dag og velkomin í Gunnhan Brassar. Þetta er auka þáttur þar sem að ég ætla að sýna og segja frá því sem að ég ætla að bjóða upp á námskeiðum núna á næstu vikum. Það er svona takmarkað hvað hægt er að sýna frá í svona Facebook-auglýsingu eða eitthvað. Þannig að ég fékk þessa hugmynd að gera það bara í einu þætti hérna hjá mér. Það væri betra að sýna og segja frá þessum námskeiðum svona þar sem ég er bara að tala til ykkar. Frjálsútsumur, það er námskeið sem er búið að vera svolítið vinsælt hérna hjá mér og ég mæli með að koma á. Auðvitað mæli ég með öllum námskeiðunum mínum, en þetta er svona þar sem að þetta er frjálsútsumur og slökun. Þannig að í öllum tímum að þá tökum við líka svona smá slökunaræfingu. Og það veitir víst ekki af að aðeins að kúpla sig niður og það að vinna í útsaum, það er svo gefandi og slakandi þannig að ég mæli með að bara allir fari í þetta. Hérna er pröfa og ég hef ekkert gert neitt úr þessu, ekkert sett þetta í eitthvað ákveðið verkefni af því að mér finnst nefnilega bara fínt að hún sé svona þannig að þá getur þeir sem koma til mér á námskeið geta bara séð, handfjallað þetta og séð almennilega bæði á réttun og röngunum bara hvernig ég er að gera þetta. En það að leika sér með spor og liti og útsaumsskarn, það er eiginlega bara toppurinn, finnst mér. Hérna er önnur sem ég er svona að vinna að. Það er kannski ekkert nauðsynlegt að það þurfi alltaf að verða eitthvað úr þessu, en það er mjög einfalt að gera svo eitthvað verkefni sem hægt er að nota eftir á. Og hér gerði ég svona litla mynd. Og hérna setti aðeins meira, ég var að setti perlur og svona ýmislegt í þetta. En þetta er líka bara mjög sætt að setja á svona útsaumsring. Eða þarf að setja í púða eða bara hvað sem er. Bara það að sitja og hugsa liti, form, útsaumsgerð, hvaða spor á ég að nota. Það er, ég mæli með. Hérna er ein. Og hérna er önnur. Og hér er ég með eina pröfu þar sem að ég er að sýna kannski sama sporið. Þetta hérna er klósporið og bara hvernig það breytist þegar við förum að setja saman. Hérna er ein lína. Hvernig hún er gerð, mismunandi og svo setja ég hérna áður ég að sauma svona ofan í fyrra spor. Námskeiðið er byggt upp þannig að ég kenni ykkur fullt af sporum. Þið fáið blöð með leiðbeiningum hvernig ná að sauma sporin og þið gerið pröfu, byrja á því að gera bara pröfu til þess að æfa ykkur og sjá hvaða spor ykkur líkar, hvað ykkur finnst skemmtilegt að gera og svona. Og síðan verður, fáið þið hörefni og farið að leika ykkur svona með sporum og garni og litum. Ég læt ykkur líka gera svona, það sem eru þið veljið ykkur tölur, setjið á efni og þræðið svo, búið til svona flæði í kringum tölurnar. Námskeið í útsaum, þá er það svona frekar hefðbundin útsaumur innan gæsalappa, þannig að ég sýni ykkur bara ýmiss konar verkefni og þið ráðið hvað þið viljið sauma, hvað það er sem að þið viljið læra. Hér er ég með eina mynd af drekaflugu. Þetta er líka einfalt að setja þetta yfir ramma, blindramma. Hér er ég með svona blóm með alls konar aðferðum
hérna. Og ég veit ekki hvort það sést nógu vel, en sumt af þessu er svona, hvað segir maður, 3D. Eða þess það lyftist upp eins og hérna í þessu, að þá er þetta saumað. Það verður þessu laufblöð hérna unnin á ákveðinn hátt og lyftast þá svona upp frá efninu. Hérna er dregið úr, hérna er ég með frekar gróft efni, ég dreg úr þræði og vef svo hérna svona saman og svo er þetta að sauma út í og láta það fara svona út í efnið. Það er hægt að gera alls konar, það er líka hægt að gera já, bara hvað sem hugur kyrknist. Hér hafði ég, þú veist, gróður, það er hægt að gera manneskjur. Hérna er ég svona að byrja á gróðurmynd sem er mosi og ýmiss konar. Þannig setja líka perlur með og svona. Hér er ég með prufur af alls konar útsems aðferðum sem hægt er að vinna þá í ákveðin verkefni. Eða hvort þú vilt bara læra, kannski vilt bara gera blómamynd eða já, eiginlega bara hvað viltu. Í fyrsta tímanum þá kenni ég ákveðin spor og þá meðal annars þessi laufblöð hérna og ýmiss konar blóm, útsemuð blóm og laufblöð. Það er svona eitthvað sem að, er gott fyrir mann að kunna og þið ákveðið síðan bara hvert og eitt ykkar hvað þið viljið gera svo næst. En þannig að þið sjáið svona alls konar hugmyndir og þá bara, hvað viltu gera? Það er ekki þannig að allur hópurinn sé að gera það sama. Það er ekki nauðsynlegt. Að hekla buddu út frá rennilás. Það er mjög skemmtilegt. Og þá er það þannig að þau velja ykkur rennilás og með ákveðinni aðferð að þá hekliði niður frá rennilásnum. Þannig að það þarf ekkert að sauma hann í eftir á sem er mjög þægilegt. Þá er það alveg pottþétt að þetta passar. Hérna er ég með sýnishorn af hekluðum buddum, bara svona litlar. Og það fyrir eftir í bara hversu vön og fljóti eru það að hekla, hversu stóra þið getur gert á einu kvöldi. Þetta er eins kvölds námskeið. Hérna er ég með svona þykkari buddu, þar sem ég er að setja saman nokkra þræði. Þá verður þetta svona meiri svona litaspil í þessu. Að hekla körfu úr afgangsgatni. Hér er ein sem ég heklaði og þið sjáuð að ég skipti svo bara liti eftir í hver afgangur endist langt. Þið gerið ekki svona stóra körfu, þið gerið hana minni. Ég bara gaf hana óvart í jólagjöf. Sýnishornið, saum út í prjón. Nú er það orðið svolítið vinsælt að skreyta flíkur, skreyta það sem maður hefur prjónað. Og ég býð upp á það. Í fyrra hafði ég í 2 kvöld og kenndi það fyrra kvöldið alls konar út sem spor og síðan var bara að sauma út í prjónaskap seinna kvöldið. En nú ákvað ég að hafa það bara 1 kvöld, kenna þá bara ákveðin spor. Já, fáið svona hugmyndir að hvernig hægt er að sauma út í flíkur. Hér er til dæmis mjög einfalt blóm. Það er svolítið fallegt þegar það er bara sami litur. Svo eru svona alls konar típur af því hvernig hægt er að sauma. Svo lærið að gera með hverfiefni, ég kalla þetta hverfiefni. Og þá er þetta efni sem leysist upp í vatni og hverfur, teiknið á hverfiefnið munstri sem þið ætlið að nota og saumið svo út í það. Og þegar það er búið þá legg ég þetta í vatn og
þetta efni hverfur og eftir situr þá bara útsaumurinn á prjóninu. Þetta gefur mikla möguleika og líka að þá eru þið ekki eins mikið að hugsa lykkjurnar, hvernig lykkjurnar eru í prjóninu, þar ég að fara í þessa lykkju eða hina lykkjuna eða svona, þá þetta bara, myndin bara hér. Eins og hérna ég aðeins byrjuð á, ég búin að gera hérna laufin og stönglana og á eftir að gera blómið. Og þó að þetta sé útsaumur í prjón, að þá náttúrulega útsaumur í bara hvað sem í flíkur eða stuttarmabóli eða bara hvað viljiði. Crazy Quilt, það ein tegund af bútasaum sem að mér finnst mjög skemmtilegt að gera. Þá ertu með búta sem að þú saumar saman á flöt og það svona frjálst hvernig það kemur út. Þú ert ekki með uppskrift eða leiðbeiningar, þessi bútur á að koma þarna og þessi bútur á að koma þarna. Ég með hérna nokkur sýnishorn og ef ég byrja bara á að sýna hérna, eins og hérna búið að sauma bútana niður og svo saumað út í þá og þá kemur hérna meira svona líf og sköpun í þetta. Og þá verið að sauma alls konar spor, það setja perlur í þetta, tölur, blúndur, það þetta að setja alls konar. Og þetta mjög skemmtilegt. Ég hef notað þetta í poka. Og þá þetta alls konar efni og svo sauma ég svona í hérna skilin á milli efnanna. Svo hef ég notað þetta í alls konar töðrur. Við sjáum þá hérna á ég svolítið af þessu. Mér fannst svo gaman að gera það, ég gerði fullt af bútum og hérna til þess að vinna eitthvað, að þú sker eitthvað úr þeim að þá gerði ég fullt af svona hlífartöskum. En allavega ég mæli með þessu. Þetta mjög skemmtilegt. Og þá bara spurning, eitthvað af þessum námskeiðum sem hentar þér? Eitthvað hérna sem að þú vilt læra hjá mér? Endilega hafðu þá bara samband og það best að senda mér tölvupóst á gunnhan@gmail.com. Ég hlakka til að fara að kenna á námskeiðunum og vonandi sé ég þig.